Góða kvöldið allsömmun og velkomin í þá fyrstu útsendingu Frís á árinu rafíþróttamót framhaldsskóla nema. Með mér eru hann Steingrímur sem verður sérfræðingurum minn í Rocket League og Aron sem verður þá sérfræðingurum minn í Fortnite og Counter-Strike. Fyrir ykkur sem veit ekki hvernig Frís virkar þá er þetta semst búin að vera mót í gangi núna í nokkra mánuði og við erum komin þá í 8 liða úrslit núna og í kvöld erum við þá með lið FSN og FA. Og formati er þannig að spila í 3 leikjum. Við erum að tala þá um Rocket League, Counter-Strike og Fortnite eins og ég fór yfir áðan og hvert lið fær að kjósa þá einn leik til að spila. FA kaus þá Rocket League, það var þá FSN var þá með væntanlega Counter-Strike og þriði leikurinn verður þá Fortnite og þú getur kannski byrjað að útskýra fyrir okkur bara hvernig Rocket League formatið mun vera sem er væntanlega þá fyrsti leikurinn. Sko, Rocket League verður spilaður í svokölluðu Best of 3 þar sem að liðið þarf að vinna 2 leiki og leikirnir eru 5 mínútur og það er bara hver skora meira í rauninni. Hver skora meira, fljúgandi bílar, það eru rakettur á bílunum, þeir eru að klessa boltanum inn í mörkin og það er bara hæst að tala. Þeir eru að hoppa á þakinu, þeir eru að hoppa á veggjunum, þeir eru að dribla boltanum í loftinu, þetta verður rosalega skemmtun. Þetta er skemmtilegur, mikill hasar í honum og hef sjálfur spilað hann eitthvað inn á milli þannig að ég er alltaf spenntur að fá að fylgjast með einhverjum bílum og rakettum og einhverju svona alvöru svona bara acrobatics eins og maður segir. Hvernig þetta virkar líka er þá að allir 3 leikir verða spilaðir, hann er jafnvel þótt að 1 liðið vinnur þá mun þetta klára samt alltaf í öllum 3 leikjunum en það er þá lið sem er með 2 sigra í leikjunum. Þeir munu þá vinna og halda áfram og þetta er þá einfaldur útsláttur áður en að við förum þá í næsta leik á næsta miðvikudag. Þú getur þá kannski endilega lýst fyrir okkur hvernig þá formati í Counter-Strike verður? Counter-Strike? Já. Það er náttúrulega bara þannig að þú vítóar og bannar með upp eins og þú getur. Já. Það er upp í 13
Ég ætla að gleyma því, þetta var alltaf upp í 16 í gamla dag, sko. Já, þetta er komið 13, Já. þeir hafa greinilega tekið eitthvað smá frá Valorant þarna sem kom Já. með þetta 13 og örugglega bara betra hefði ég haldið, þú ert ekki of Já. lengi inn á og nennir að spila fleiri leiki, ekki alveg jafn svona þreytandi konsept held ég. Klálega. Það er bara 5-5, þið velja möppin, banna möppin sem vil ekki spila. Já. Og, þú veist, það er bara best of 3 líka, eða ekki? Ég held að þetta sé best of one í dag. Er þetta bara best Þetta of? er eitt map sem verður spilað, þannig að það er best of one og síðan náttúrulega höldum við áfram bara í kjölfarið því bara beint í Fortnite og já, akkurat og Fortnite verður þá eitthvað mjög einkennilegt, ég heyrði þetta í fyrst skipti núna hvernig það format Já, virka. ég er að líka, sko. Þetta er eitthvað custom game, Já, lítið map. pínulítið map, Já. 3-3, Já. upp best of 12, var það ekki? Jú, 12 round Já. og þetta er tiebreakerinn væntanlega Já. þá Fortnite ef að endar í 1-1 á fyrstu 2 leikunum. Það virkar rauninni þannig að það eru 3 sem byrja að defenda, Já. byggja sig upp eitthvað og svo skjótast hinn attackers basically Já. og svo er þetta bara klassíski Fortnite 3 og slagur skilur. Akkurat. Og þetta er með build, þannig að þetta er ekki Já. zero build, þetta er build mode og þegar er einhver kista í miðjunni er þetta að hlaupa og ná í eitthvað vopn en þeir eru yfirleitt með predetermined á loadout og síðan eins og staðin er núna þá vitum við að FSN er þá seed 8 inn í þetta mót, FH seed 1 með alveg einstaklega sterk Rocket League lið og Fortnite lið Já. og þá erum við að tala um bara mjög háu leveli á Íslandi. Já. Hvernig haldið þið að þetta muni líti út fyrir þetta best of 3 í leikjónu 3? Sko ég sá allavega talandi Fortnite, þar er FH bara með gæja sem er í top 5 bara í elskudildinni skilur. Já, akkurat. Sem er samsam með þeim, þannig að ég býsti miklu af þeim. Já, og þetta var eitthvað svipað með Rocket League, eða ekki? Jú, sko, FH í rauninni hafa bara úrvalsleita lið í Rocket League. Já, þannig að þeir eru að koma alveg einstaklega sterkir bara inn í þetta mót og kannski skiljanlegt að þeir voru fyrsta síti, örugglega. Klálega, Já. ef þú ert með við formatið, ef þú ert með þá besta liðið í Rocket League og besta liðið í Fortnite, þá náttúrulega hefur alltaf Þú kemur alltaf, já, það þarf eitthvað lið að ná alveg góðu uppsetti þá í öðrum hvorum leiknum, sko. Núna myndi ég ekki vita hvað leikur það var, Rocket League eða Fortnite, hvoru auðvöldar að ná eitthvað uppsetti. Sko ef ég á að vera spámaður sem ég nú er, sko, Já. þá held ég að þið sé ekki vera að tapa leik í Fortnite, sko. Nei, Ég held að þetta sé er þannig. Ég held að sé bara ekki að ræða það, sko. Já, ok, þetta er bara þannig. Já. Myndirðu halda að það vera eins í Rocket League? Ég hugsa að þeir geti alveg tekið af þeim kannski eitt leik, hvað svo leiðis og við förum Já. í leik 3 sko. Ég er Alveg- mjög ánægð með bjartsýnina. Já. Þetta er það sem ég vil sjá. Ég vil sjá svona smá hasar, Rocket League er bara þannig leikur. Það getur svona eiginlega allt gerst nema að levelin eru kannski allt og víð, sko. Já. En erum við ekki að tala um, þú veist, strákarnir í FH, er þetta einhverjir grandmasterar þá eða hvað? Þetta er alveg svo leiðis, þú veist, ekki kannski Þetta beint Supersonic en þetta eru GSE Grand Champions, eins og við segjum sko. Já, Og kunna alveg að spila Rocket League og eru rosalega góðir í þessu og en það sem einkennir svolítið Rocket League er svolítið dagsformið á þér. Ef þú ert pínu off, ef þú ert ekki eiga góðan dag, já, þá getur hitt liðið allt í einu bara bótað þeim 2-3 mörkum og þá er þetta bara allt í einu búið að snúast upp á hausnum á sig sko. akkurat. En hvernig lítur liðið FSN út? Hefur eitthvað þekkt til þeirra stráka meira eða? Veit að Omo er í því liði, Mhm. þekki hann svolítið eftir að hann var í úrvalsdeildinni sem tímabili fullt af skemmtilegum leikmönnum hann líka. Já. Hefur eitthvað breyst í Rocket League á síðastliðnum árum eða er þetta bara eins og þegar leikurinn kom út? Bara sama, bara bílar og mörk, allt sama mappið eða er þetta? Leikurinn sjálfur sér hefur ekkert svo sem kannski þróast mikið per se, Já, en leikmennirnir hafa náttúrulega þróað og eru náttúrulega bara verða alltaf betri og betri og þú veist, sést bara því meira þú horfir á Rocket League á Rocket-deildina að þú ert með svakalega þjættlið, þú ert með góða leikmenn og skemmtilega leiki, háspennu leiki já, og það er rauninni kannski meira sem að skipti máli en því hvernig leikurinn er að þróast. Ég meina, í gruninni ertu bara með þessa bíla og þú ert með bolta og þú ert með rakettur og þú veist, en aðmáli skipti hvernig leikmennir spila og hvernig þeir spila saman. já. Þetta er líka að mínum að þetta er örugglega arguably mest mechanically heavy leikur sem að við erum að fara að spila í kvöld. Það er
fyrir ykkur sem hafa prófað þetta, þú ert annarkvort með fjárstýringu á lyklaborðið, örugglega flestir á fjárstýringu myndi maður halda Ég í myndi dag. segja svona 90%, Já, 95% alltaf á fjárstýringu. já, og hvernig þú stýrir eiginlega öllum áttum á hvernig bíllinn hreyfist, þannig að þú getur flippa honum, flóið honum upp til hlíðar og það er hægt að gera alls konar kunstir á þessum bílum og þetta er ekkert eðlilega erfitt að manually stjórna þessu og þetta er ekkert á líkindum eins og við Counter-Strike sem þetta er bara 4 takkar og miða, skilur, þú þarft að vera með miklu betri stjórn á bara tækinniðinu. Bara til dæmis á fjárstýringun, þú ert að gera svona 4, 5, 6 hluti í einu. Já. Til dæmis ef þú ert að hoppa upp í bolta, þarft að nota raketuna aðeins, íta þér áfram, fara upp, snúa þér í hringi, koma boltanum upp og reyna til dæmis að taka tvísmellu, eins og við segjum. Já, það er að láta 4 dekk snerta þá boltan og þá nærmar að flippa aftur að hvernig... Það kallast flip reset, sko. Já, akkurat. Tvísmellan er meira þegar þú komin upp í loftið á boltan, setur hann í vegginn og reynir svo að hitta hann aftur til þess að fá kraftinn til þess að skora. Já, ok, ég held ég... Og þú veist, þetta er rosalega mikið svona loftfimleika leikur. Já. Hann hefur þróað svolítið mikið, fyrst þegar Rocket League kom út, þá voru menn meira á jörðinni, en nú er boltinn bara nánast alltaf í loftinu. Já. Menn eru bara hoppandi upp í boltan, hoppandi af veggjunum, sitt hvoru megin, mæta í boltana. Stundum geta komið alveg stórkostlega klemmur, það er þegar 2 leikmenn sko snerta boltan á sama tíma. Já. Og þá skýst boltinn eitthvað. Og menn hafa verið líka að hoppa og reyna að sem sagt, klemma hann og í jörðina. Já. Og þá skoppar hann niður og skoppar upp og á, þú veist, Neglist alveg það bara áfram á 150-160 km hraða. Já. Það er bara ekki hægt að verja það, sko. Akkurat, ok, en við erum að tala er þetta 2v2 eða 3v3s eða... Þetta eru 3v3. Já, en yfirleitt 2 sókn, 1 í vörð, svona cirka bát væri... Það sem myndi svona helst gengur er að þú ert með svo kallað rotation system. Já. 1 fyrir boltan, 1 býður á miðinni og 1 tilbaka. Þú ert með 3 svona svæði og þú heldur alltaf sama hringnum aftur og aftur og aftur. Ok, það er eitthvað svona ákveðið flæði sem er Já, alltaf í gangi. þú þarft alltaf að hafa flæði. Það þarf einn að vera aftur til þess að verjast, 2 sem eru saman í sókninni. Já. Þú klárar sóknina og þú bakkar. Já. Og þannig gengur hringrásinurinn alltaf áfram, sko. Ok, en þetta eru þá væntanlega bara topp 8 liðin okkar sem eru hérna í dag og fyrsti leikurinn okkar efst. Þetta verður alla þá miðvikudaga á sama tíma, væntanlega klukkan 7, ekki nema eitthvað kemur upp á, verða kannski aðeins einir. En svona lítur þetta út, þannig úrslitinn þá 16. apríl og þannig senur bara spurning hvort að við fáum einhver upplýsingar hvenær leikurinn er tilbúin að byrja. Já. Það lítur að koma örgulega fljótlega, þau eru væntanlega að gera sér ready inn á server eða eitthvað svoleiðis. Þannig að fyndi mig á Rocket League, ég tel mig góðan ef ég hitti bolta, sko. Það er samt sem að ég er samansat af öllum 3 áhugamálum mínu, skilur, fótbolti, Já. bílar, tölvuleikir. Ég get ekki, sko. Þetta er kvíðkast að vera fjárstýringunni, sko. Já, Það er alveg bara ég- svona, gerðu bara það sem ég er að biðja um að gera. Já. Þetta er svolítið þannig fílingur oft. Ég hef búin að spila Rocket League síðan bara leikurinn kom út og þú veist hæsta sem ég hef komist upp í er Champ 2 eða eitthvað svo leiðis Já. en ég er svo sem gífulega reynslu úr leiknum að því maður þekkir svolítið, þú veist ég þekki mekanikinn, þó ég kunni ekki gera þau og veit ég, þú veist, hvað þetta heitir hvað þú ert að gera og eitthvað svo leiðis og þú veist, en maður er samt alltaf pínu að bæta sig, þú veist Já. þú hoppar í leikinn og spilar í þú veist, klukkutíma eða eitthvað, þú veist samt betri þú Já. veist. Hver að koma hann út? Það fyrir nú að vera svolítið gaman. Þetta er orðin 10 Rocket ára League kemur held ég í lok 2015 þannig að hann er að verða Hann er að vera 10. 10 ára gamall og þú veist samt alveg stórkostlega góðu leikur sem að vel er viðhaldið í rauninni. Ég held að þetta sé svona típiskum bara svona leikur svona köldleikur þegar þú ert komin inn þá ertu bara þar þú vilt, þetta er svolítið, eins og síðast strákarnir eru Já. þeir eru bara þar, þeir fara ekki neitt þeir eru búin að vera þarna frá árið 2000 skilur og að sjá stráka ennþá keppa sem eru nánast 40 ára gamlir eins og vargurinn skilur og þeir eru ennþá þarna þeir vilja ekkert gera neitt annað kemur ykkur ný leikur, reynir aðeins að draga athyglina frá borðinu en það bara gengur ekki Það endist í korter og... Það gerði smá þegar PUBG kom út, ég man eftir því þá tæmdi smá og síðan voru allir komnir tilbaka sama gerði smá með Valorant, það endist ekki lengi fyrir Counter-Strike samfélag, það var örugglega bara einhver mánuður það og það er alltaf reynt svona eitthvað en þegar þú ert komin að inn þá ertu bara En málið með Rocket League að þú hefur ekki sambarlegan leik. Það er ekkert eins. Það er ekkert eins og Rocket League. Veist, þarna ertu bara með bíla, þarna ertu með raketu og þarna ertu bara með bolta eins og ég er búin að segja að þú veist það er engin annar leikur í líkingu við þetta. Lucio Ball í Overwatch, manst eftir því? Það var svona copy það sem þeir reyndu hefur prófað? Já, ég man eftir þessu sko Já. þú veist,
virkaði ræsikli gaman. var mjög gaman en virkaði enga veginn. Nei, fyrir utan það, þetta var alltaf bara eitthvað lítið mod inn í Overwatch, þannig að þetta var mjög svona primitive leikur, sko. Þú varst bara með eitthvað litla blast og skauskúlur. En var Rocket League bara gerður sem eitthvað svona, hvað maður sé, svona indie leikur fyrst? Algjörlega. Svo bara allt í einu var þetta eitthvað og Já, er náttúrulega risastórt í dag, sko. algjörlega. Það var lítill indileikur fyrst til að byrja með. En svo maður pælir í því, þú ert með konseptið í alveg frábæran leik. Þú ert með bíla, Já. þú ert með bolta, fótbolti sem allir tengja við, Já. bíla sem allir tengja við, þú veist. Leið og leikmenni fór að spila, fór að geta, þú veist, þá verður þetta svo í sletti competitive. Þetta verður svo keppnismikið, Já. þú veist. Og þetta er bara með, sennilega bara með einhverjum keppnismestu leikjum í dag. Já. Þú veist. Hvernig er þetta með bílana? Þegar bílarnir eru, þú getur keft mismunandi bílaskins eða fattur þú ert með öðru sem Þú ert með mismunandi bíla, gerðir til dæmis. Helstu bílarnir sem spilaður í dag eru hérna Octane og eitthvað svoleiðis. Octane er original bílinn, eða ekki? Jú, ég myndi segja að hann var svona OG. En er þetta eitthvað mismunandi pixlar á bílunum? Það er mismunandi hvernig þú hittir boltan. Er Þannig að málið? svo, þú veist, þú getur verið á bíl sem heitir Dominus eða Octane og þú veist, hitboxið á bílnum er öðruvísi. Já, þetta er ekki sama hitbox. Nei, nefnilega ekki. Ok, það er eitthvað áhugaverst. Er þetta þá bara einhver leikstíl sem þú hefur sem kannski henta betur að vera með þá kannski ílangari bíl versus að vera með Já, meira þú veist, ef þú ert með hringla? minni bíl eins og Octane hann er rosalega sko lipur Já, og hérna þú ert rosalega góður að geta farið upp á vegginn, hann er rosalega fljótur í snúningum og þú getur hitt boltan ákveðið leið þú ert búin að mastera það þá ertu orðin bara nokkuð góður í það að hitta á ramman með Octane, Já. þú veist. Saman með Dominus sem er svolítið flatur, hann er með stóran svona ferkantaðan framenda. já, Leið þú ert farin að geta spila með hann og farin að geta snúa þér og beitt honum til þess að þú hittir þá boltan kannski á hotnið á bílnum á sko 120 km hraða. Þá ertu miklu auðvitað með það kannski að skora því að markmanni getur ekki varið hann. já, akkurat. En þeir kera allir hratt, væntanlega gerir það. Já, þú veist. En það er bara hvernig hitboxið á bílnum er. Ok, Hvernig er í læginu. maður hefur alltaf verið að sjá, en það er alltaf verið að gefa út einhverja nýja bíla gerir væntanlega er ráð fyrir regluða. Já. Séu einhverja Benza og þú veist, ég veit ekki hvað samninga þeir eru með allinni, eru með BMF eða hvað? Já, þú veist. Eru þeir bara basically komnið með allt, það er bara Daci og Lada alla og allir bækir? Þú ert með formúlubíla, þú ert með alls konar sko. Já, ok, en það er samt alltaf það old trusty sem er greinilega, þú veist, Octane En þegar bílarnir hafa þá þetta hitbox frá einhverjum af þessum bílum sem er upprunalegu bílum. Og ert bara með grunnsett, þeir gefa út nýjan bíl en hann er þá farin með sama hitbox og þessi hann er bíl. bara reskinnaður basically Í rauninni, já. Ok, það meikar þá alveg sens sko. Sem kannski ættum að benda ykkur á að við erum hérna með sponsor frá Old King. Þetta er áhugavert, ég hef reyndar ekki smakkað þetta persónulega sjálfur en þetta er bara handgert hérna heima, gerir ég ráð fyrir. Jú. Old King, Choco Caramel, þetta er hvað, 423 kaloríur í einu stykki. Eru þið ekki búin að smaka þetta? Ég smakkaði þetta, jú. Var það gott? Ég er svona geggjað og seitt út á mótnana dæmi. Já. Grípa þér eitthvað. Já, þetta er reyndar svona pæla hvort maður er að taka bita þess og smakka Gerðu þetta. Ekki dæma mig, þú veist, ef mér finnst þetta vont. Ég vil fá einkunnagjöf. Já, það er ég tek eitt svona lítinn á kantinum hérna og sé hvernig þetta er. Það sakar ekki. Ég er ekki færi mikrofónu frá munnum, hann heyri ekki í mér. Ég vil smjatti. Já, bara beint í eyrað. Já, Mígræni bjóstu við. Já. Ég held að Já, þetta já. verður svona hart. Þetta eru mjúk stykki sem að er Very good. Já. karamellan klikkar ekki. Ég ætla ekki að Ég ætla bara Ég ætla bara að áma þetta í mig hérna. Við förum ekki það langt. En Þetta er mjög svona gott. geggjaði bara að grípa eitthvað út, seitt út á mótnana skilur í dæmi, sko. Þetta er frábært fyrir mig, ég er með svona almennt erfitt við að borða mikið, Já. ef maður gleymið líka, það er bara gamer lifestyle, maður gleymir að borða og ert alltaf inn í einhverju queue hérna, einhverju 8 Já. klukkutíma og ég bara byrjar að fá svona vatni í munnið og súkkulaði, sko. En þarna við hljótum væntanlega fljótlega að vera tilbúnir þá í leikinn, ég er að horfa hérna á, herru, þetta er bara að byrja, einhverju að við leika skulum sér. bara færa okkur yfir á borðið, þá tek ég hann Steingrím hérna með mér. komin hérna í fyrsta leik og það er strax komið fyrsta mark hjá FA. Þetta tók Það ekki er langan tíma. Step. Þetta tók ekki langar tíma, en þetta virtist vera bara nokkuð einfalt mark hérna, sýndist mér. Og eins og við tölum þá erum við með Step, PS og Úsik sem eru allir
svona úrvalsdeildarmenn í liði FH. Svo erum við með Magna og Ómó og Óla í hérna FSN. Hann sér að strax kom alveg frekar mikið hasar í þetta, boltinn á loftinu eiginlega allan tíman. Step hérna reynir skemmtilega snertingu, PS nær honum ekki, þá kemur Úsík samt í snertinguna, setur hann fyrir, setur hann tilbaka, einkennileg sending hérna, smá vesen á FH. Þeir eru samt alveg að setja pressu sínist mér hérna hjá FSN. PS hérna með gott skot og næstu því markið Úsík Meira hérna, verja. Ómó, vel gert. Magni setur hann í loftið, þar er bara PS sem að gera mjög vel með sendinguna yfir á Step. Reynir að setja hann í vegginn og reynir hann á tvísmöllinni en Ómó sér við honum. Úsík hérna á veggnum, fer upp og þar mætir PS. En Magni mætir mjög vel hérna og Ómó hérna með gott 50 á móti Step. Óli fer fram hjá PS og þeir ná fram hjá Úsík, þeir eru tveir saman hérna, PS og Góð sending hana, en ná ekki að klára. Step hérna með hættilega sendingu, næra tvísmöllinni, nei! Þetta er í samskeytunum! Magni hérna setur hann hátt upp í loftið, þar er bara Úsík sem neðst til að verja en það er Óli og Úsík hérna fastur fyrir, mjög vel gert, kemur honum áfram, Magni mætir, Ómó í loftinu á móti PS og Magni nær þessu ekki, þá kemur Óli og Úsík setur hann, Step hittir ekki boltan og Ómó kemur honum fram. Þung pressa hérna hjá FH þessa stundina, góð tortimík hérna hjá Ómó og PS. Eitt gott demo. PS hérna setur hann fram, þar er bara Óli sem að setur hann í vegginn en Úsík nær honum. Magni fer með hann upp, það er bara Step sem að gerir mjög vel, nær hann sendingunni fyrir, nei, Ómó hérna með mikilvæga vörslu, Úsík setur hann en Óli, mjög vel gert. Step hérna reynir að búa eitthvað til, fer ekki yfir Magna. Óli hérna með flotta vörslu, gott skot hérna hjá Úsík. Þá kemur PS með góða sendingu, hvað getur Step gert úr þessu? En Óli sagði bara nei takk, ekki tafa þessu. Úsík hérna og Step hérna sigrar á 2 hérna, nú er þeir svolítið týndir, þar kemur Magni hérna og Ómó setur hann fyrir, Úsík reynir skotið, Óli þarf að verja aftur, FSN þarf aðeins að fara að geta að losa pressuna og reyna að halda aðeins boltanum, FH er með öll tök hérna á leiknum, PS hérna heldur bara áfram, Óli gerir það rétt að róa þetta aðeins niður, tekur bolta með sér en það er bara Úsík mættur og Ómó með mikilvæga vörslu, PS hérna reynir skotið en Ómó er mættur. Þungsókn hérna, þá kemur PS, Magni, nær honum ekki, þar er Úsík og það er 2-0! Þarna erum við. Búin að vera á sókninni eða mest allan tíman og ná að landa þessu marki. Rosalega þung pressa hjá FH hérna og bara skila sér eðlilega í marki. Nú þarf FSN aðeins að fara að hérna koma sér fram og reyna að búa eitthvað til. Ómó hérna á boltanum, nær hann að fara fram hjá Úsík, nei. Reyndi tvísmelluna þarna, Úsík setur hann í vegginn, þarf að hörfa, þar kemur PS og þar er Step á móti Magna en Magni er á undan og þar er Óli sem hittir ekki boltan. Úsík kemur hérna, Ómó í loftinu, nær hann að búa eitthvað til, nei, PS bara mætir og Óli hérna reynir að búa eitthvað til, þar er bara Úsík mættur. Magni setur hann hátt í loftið en þar er bara Step. Þá kemur Magni, setur hann í vegginn, þar hittir hann ekki og þar er tortimíkin á Step frá Óla en Step náði snertingunni, þá kemur Úsík og Ómó setur hann niður, PS setur hann í vegginn, nær annari snertingu. Úsík hérna setur hann fram og Óli reynir að halda boltanum á lofti, Ómó setur hann upp, það er bara PS. Tíminn er alveg að renna út hérna fyrir FSN, þeir þurfa aðeins að fara að koma honum fram og reyna að halda boltanum og Step hérna með þriðja markið. Þetta er bara að líta nokkuð sannfærið út allavega í fyrsta leiknum hjá FH, ná hérna þriðja markinu. Vissið þú að það tekur tölfræðilega sér bara 2 sekúndur að skora 1 mark, þannig að FSN á ennþá séns
í rauninni. Já, ok. Núna erum við að tala saman. Ef þú hittir kick-off marki beint að þá tekur það bara 2 sekúndur fyrir boltan að ferðast alla leið í markið. Þannig að tíminn er samt að renna út hérna fyrir FSN og PS hérna setur hann upp, náður einu marki í viðbót kannski. PS setur hann í loftið, nær stepunum, já, en Ómó vill ekkert með þetta hafa. Úsík heldur þessu áfram, náður að halda honum á lofti, já, þeir ná því. Úsík hérna vill skora meira. Vel var ég þarna. Og FH tekur fyrsta leik. já, þannig að tíminn náttúrulega hættir ekkert að telja fyrir hann að boltinn snertir jörðina þarna alveg í lokin. Nei, lið getur runni haldið boltanum eins lengi og þeir vilja á Já. lofti þegar tíminn runni niður. Ef að þú veist, það hefur oft stundu verið mínúta bara þar sem þeir eru bara að keppast við það að Já, halda honum uppi halda boltanum á lofti, sko. og hinn að reyna að setja niður hitlið. Já, Þetta leit nokkuð vel út, hann Úsík með 1 mark og 1 assist og Step með 2 mörk. já, og sést líka bara hérna skotin á móti. FH eru með sko 11 skot og meðan að FSN eru með 2. Já, Ómó þetta með 3 vöslur, en eins og maður segir, þú veist, það Það er leit- fleiri skot hjá FH. það leit bara út eins og svona smá nauðavörn hjá FSN, svona mestmegnis af leiknum. Þeir voru svona átt ekkert mikið að færum og lágu mest í bara vörninni. Já, þetta er erfitt. Stundu getur fyrstu leikur líka verið bara stressandi, Já, koma sér fyrir. Það er alveg spurning hvernig næsti leikur fer, leikur 2, þá erum við kannski primed and ready, eins og maður segir. algjörlega, og kannski mögulega bara búin að lesa nokkur en hvernig hinn eru að spila og mögulega ná eitthvað að aðlagast þeim aðstæðum. En Og við ef þetta er förum- best á 3, er það ekki, ef Jú. þetta er þá 2-0 er það bara wipe, það er ekki spilað 3 eða? Nei. Ok, Ef að FH tekur þennan leik, þá eru þeir búin að vinna þessast Rocket League sirpuna. já. En við förum og höldum áfram í leik 2, FH á móti FSN. Gott kick-off hérna. FSN ná þessu kick-offi, þá kemur Úsík hérna með mikilvæga vörslu. Magni hérna, þar er bara Step, en vel gert hérna. Óli vantar hérna nöfnin í hérna leikinn. Já. Óli hérna, þá kemur Step með gott skot og Step kikkar hann aftur. Hálfpartinn tvísmella hérna. Mjög vel gert hérna, gott skot. Og flott vassla, en Já, ekki nóg. eftirfylgdin var Sóknin of Einföld. hörðarna, þetta voru hvað, 3 skot áður en að 3. lent inni. 1-0 hérna strax eftir 30 sekundur fyrir FH og þeir halda bara áfram í sókninni. Óli hérna reynir, en það er bara Úsík, en vel mætt hérna. Þá kemur FSN reynir eitthvað hérna, Step er mættur. Óli setur hann fyrir, þar er Ómó í loftinu, en PS nær að verja. Óli setur hann út í hornið, nær ekki tvísmellinni. Þá kemur Úsík hérna í loftinu á móti Magna. PS keirir hérna áfram og Step á boltanum, en FSN nær að hérna bjarga sér hérna. Halda samt pressunni áfram hérna, mjög vel gert hjá FH. FSN þarf að koma sér fram, Step hérna með mikilvæga klemmu á móti FSN. Þá kemur Óli. Nær ekki gera sér mat þessu. Þá kemur FH, en vel mætt þarna. Og þetta skoppar yfir Ómó. PS hérna heldur áfram. Og Step hérna mætir, mjög vel gert. En FSN nær aðeins, þá kemur góð blokkering þarna, þá kemur Ómó og PS í loftinu, Step hérna og mikilvæg vassla þarna. Já, bara til að sjá eitt mark lenda hérna hjá FSN fljótlega. Eigaði alveg skilið hérna, Ómó vel gert og þá kemur FH, Magni þarf að mæta hérna, hittir hann illa. Ómó hérna er ítt frá boltanum, þá kemur Step. Og Ómó hérna einn á móti markmanni, en Ég stál draumið þarna, en við duði ekki til. mikilvæga vörslu. Úsík hérna áfram. Og reynir hérna tvísmelluna, Step. PS hérna reynir að koma honum fyrir. Setur hann
yfir í hitthornið, náður að gera sér, já, Step er mættur og hann tilbúin í tvísmellana og nær henni ekki. FH hérna liggja í sókn, en þetta er góður 50 bolti hérna. Step þarf að taka hann vel, á lítið boost, á kannski nóg, en Ómó er mættur, Úsik þarf að verja. Þá kemur PS, setur hann niður, þar er Step sem var búinn að tortíma, nær hann tvísmöllinni, nei. Úsik hérna fyrir fram hjá honum, náðir að nýta sér þetta! Það er opið markið næstu. Yes! Nei, komin fyrir. Réttur maður á réttum stað. Þá kemur Step, en vel mætt hjá Óla. Óli hérna, PS í loftinu, Ómó mætir og þar er Óli með gott skot og FSN er að jafna hérna. Þetta var gott snæparna, við köllum eftir marki og það lendir. Þetta var klemma. Já. Þetta var alvöru klemma hérna. Mjög vel gert hjá FSN, þetta er ákveðna það sem þeir þurfa. Og nú geta þeir reynt að koma sér inn í hérna leik aðeins að hrista upp í FH hérna. PS hérna í loftinu. Gerir vel. Setur hann fyrir, Ómó þarf að taka hann mjög vel á lítið búst samt. Þar er PS bara mættur aftur, Óli setur hann upp. PS í loftinu. Ómó hérna hittir ekki boltan, þá kemur Úsik. Og Úsik nær að skora. FSN aðeins sofandi hérna á verðinum. Ég var að hugsa það sama, þetta virtist að hafa verið frekar auðvelt með við hinmörkin. Tvö eitt hérna fyrir FA og nú þarf FSN að koma með smá töfra. Step hérna í loftinu. Magni fljótur að mæta, vel gert en gott 50 hjá Step. Nær einhver að nýta sér það? Nei. Ómó fer að vegnum. Nær að vinna Úsik en ekki PS. Gerir þetta mjög vel. Magni neyðist þess að verja. Úsik setur hann í vegginn. Ómó kemur hann fram. Það er PS. Taka þessu rólega hérna, en það er bara PS. Það nær ekki yfir hann. Step hérna með reynir skotið, en Óli er mættur. Gott 50 hérna hjá Óla, Ómó í loftinu. Nær hann að gera sig eitthvað Matthússon. Fer illa með PS hérna. 2 á móti 1 hérna, reynir að trufla Step. Og næstum því, Magni setur hann fyrir, það er Óli! Já! Þeir jafna þetta hérna rétt í lokin. FSN að sína hérna virkilega góðan baráttuanda og gefa okkur hörkuleik. Þetta viljum við sjá. Tvö og það eru rétt rúmar 20 sekundur eftir. Gott kick-off hérna fyrir FSN. PS neyðist þess að bakka. Óli fer fram hjá PS, nær ekki að fara fram hjá Úsik samt. Ómó, þetta er hættulegt. Nei, ekki svona. Þetta er inni. Nei. Og þetta getur gerst þegar menn keyra of mörgum mönnum fram. Magni nær ekki að mæta í tæka tíð og Úsik skorar 3-2 fyrir FH. 12-13 sekundur sem að FSN hefur. Er tími? Þetta er alltaf það tæpasta. Úsik hérna setur hann fyrir, þar er PS að klára þetta. Þeir alltaf bara að loka á þetta. FH er að loka þessu hérna. Já, PS segir bara burt með þið Ómó, ég ætla að skora þessu. Hann nýtur honum bara í burtu. Það er ekkert annað. 4-2 hérna í leik 2. Og Ómó í loftinu. Nær hann sárabóta marki hérna, reynir að setja hann fyrir á Magna. Nær ekki tísmöllinni, þar kemur Óli og Step og boltinn er ennþá í lífi. PS hérna ætlaði að skora 5. markið. Úsik er í loftinu og þetta næstum því. En þetta er ekki búið, Step hendur honum á loftið, þá kemur Óli, er í loftinu, Úsik nær honum ekki. Hann nær ekki tísmöllinni samt, Step, hann er ennþá, boltinn er ekki dottinn. Þarna kom þetta á lokum. Sigurvegari Rocket League. Fyrsta leiks okkar, FH.
Það er ekkit annað. Þetta var flotta leikur, fannst mér, frá FH, nokkuð sannfærandi. Sáum pínu líf í FSN þarna í lokin. Þeir voru svona aðeins búin að ná jafna leikin í 2-2 og segjan bara, það var svona eins og FH að vera bara, við erum hættar að grínast núna, við lokum á þetta. Það var svona nokkur neginn tilfinningin. Ég er alveg sammálaðir. Ja. Fyrsti leikurinn var mjög FH bara alveg. The FH show, Já, sem maður segir. Já. Og en ég ætla að rósa FSN bara fyrir karakterin sem þið sýndu í leik nr. 2. Algjörlega. Komum tilbaka og svo bara vantaði heslumuninn á að þeir hefðu getað aðeins bitið frá sér. Já. En FH, þetta er bara... Já, þau voru geggjær. Þau var bara ekki hægt að taka frá þau. Þau voru mjög flottir og við ætlum bara að taka stuttu pásu fyrir næsta leik. Við sjáumst aftur á sófanum bara eftir rétt rúmar 5 mínútur og ekki bara langt. Við verðum hér.
aftur hérna eftir nokkuð sannfærandi 1-0 sigur í Rocket League hjá FA og fannst þér eitthvað standa upp úr í þessu leik? Sko, FA náttúrulega bara áttu þennan leik, sýndu bara sóknarvilja og voru bara, vildu þetta meira, sko. Já, það nokkuð veginn tilfinningi sem ég fekk líka, voru bara einfallega betri, þannig séð. Já, og minna, eins og ég sagði, þú veist, þetta allt úrvastita leikmenn sem hafa spilað þetta ótrúlega lengi og kunna spila saman og bara, þetta bara small, það bara svo einfalt. Eitthvað sem þið bara standa upp úr? Mér fannst nú alveg FSN gera allugan í sýntilegum, sko. Já, þeir voru flott. Svo voru þeir sopnu í vörninni bara. Já, það voru svona lítil mistök og þetta líka þannig leikur. Það er eiginlega bara svona, bara pínu lítil mistök og þá bara rennur boltinn fram hjá þér og þá bara missur mögulega bara leik frá þér, sko. Það er bara nokkuð en þannig. En núna erum við að fara þá í Counter-Strike CS2. Við erum svona búin að vera að pæla í hvað möpp verða mögulega spiluð. Aron talaði að hvað, var Nuke? Ég held að vera Nuke, eða eitthvað rugl í einsendi að Nubi, sko. Já, Steingrímur, hvað varst þú með? Ég ætla að giska á svona Solid Inferno eða Mirage. Já, það er ekkert annað. Ég get alveg sér Mirage alveg lenda líka, sko. Mín pæling er Dust 2. Við skoðum line-upin svona nokkur veginn. Erum ekki með nöfnin fyrir framan okkur núna. Það er voru smá erfiðleikum með að fá það upp á skjáin hjá okkur. En nöfnin þannig sé ekkert eitthvað stórnöfn í senunni. Þetta er svona meira fyrir miðju ykkur staðar í neðri deildunum. Þannig að maður er svona hallast að kannski comfort pickum, þú veist, Dustið, eitthvað svona. Þú vilt ekkert vera endilega að fara í, já, þú veist, Anubis eða Ancient eða eitthvað, nýma upp. Nei, þá ertu samt líka að hrista þessu upp í þessu. Þetta er svona svipaði kalibra spilurum í báðunlegu, sko. Já, hvað er þetta? 7 upp í púlinu mæntalega, þannig að þetta er 6 spönn og þeir lenda á senasta. Þannig að það hitta akkurat á eitthvað sem bæði lið eiginlega vilja spila. Og ég gæti líka verið bara taktist vító, sko. Þú bannar eitthvað sem bara, þú veist að hinni vilja ekkert og það gæti endað í bara vertigo eitthvað svo rugli, skilur. Já, akkurat. Já, ég meina, núna er ég spenntur, ég vil bara hvað er að fara að gera sérna. Vitum við eitthvað hvor lið mögulega ætti advantage? Hver völdi þetta? Ég held að það sé bara 50-50 leikur, sko. Já, FSN valdi Counter-Strike, en það er held ég að því að við vitum að þeir eru FA eru með mjög sterkt Fortnite-lið og Rocket League-lið, þannig að var eitthvað annað í boði en að velja Counter-Strike, þannig að við erum svona að vona innilega að FSN komið mjög sterkir inn í þetta og gerir þetta allavega 1-1 fyrir þá Counter-Strike og líka bara fyrir ykkur sem að vita lítið Counter-Strike og eru kannski foreldrar að horfa eða vita lítið þennan ákveðna tölvuleik, þá er þetta 2 lið, 5 í hverju liði, 1 lið er í atlugu, það er terroristar og séðan er 1 lið í vörn, counter-terroristar, 1 lið þarf að planta, sprengja bombuna eða þá að ná að drepa alla í hinu liðinu og hitt liði þarf þá annarkvort að drepa alla í hinu liðinu eða aftengja sprengjuna. Þannig að þetta er nokkuð straight forward format. Það er val á milli 7 mappa og það kemur þá bara ljós. Þeir eru núna í rauninu bara að banna hvaða möpp eru í boði og það er bara að spila seinasta mappi sem að þeir hafa áhuga á að spila. Eitthvað sem að þið viljið? Eða ekki áhuga, þetta gæti verið taktíst að þeir taki bara mapp sem að hvorur þeirra kann og þá verður þetta bara svona svolítið level playing field. Já, við getum alveg ímyndað okkur það að þetta móti er náttúrulega búið að vera í gangi í ykkur tíma, þannig að það eru ykkur gögn sem liggja fyrir bæði liðin og vita þá nokkurn veginn kannski hvað eru búin að vera að banna áður og hvað ekki og hafa kannski mögulega haft tíma til að undibúa sig, æfa kannski eitthvað ákveðin möpp og ykkur taktíkar og smóka og eitthvað hannig. Þannig ég er svona mjög forvitin að sjá hvort þeir komi með bara pick place eða er þetta að fara að vera actually executes og set takes eða eitthvað hannig. Já. En ég tippa á að það fari í eitthvað bullmapp eins og bara þessi 3 Vertigo, Anubis eða Ancient, sko. Já. Eitt af þessu 9 möppum. Já, annars held ég, Nuke búið að vera eitthvað vinsælt í sérunni þessa dagana, sko. Já, er Vertigo ennþá í púlinu? Er það í púlinu? Ég held ekki, sko. Ég er svona að reyna að hugsa. Ég var ekki skipt út fyrir Train. Jú, það er nefnilega máli. Vertigo er ekki í púlinu lengur, sko. Train dettur þarna inn, nýja Train-mappi, sem er náttúrulega bara, væga sagt, geggja mapp. Við erum alltaf gaman að Train. Íslendingar eru almennt mjög hrifnir af Train, sko. Ég veit ekki, ég held að við eigum ekki lestar hérna heima. Þetta er eitthvað svona bara, lestar. Er þetta þá ekki Ancient, Anubis, Train, Dust 2, Mirage, Inferno, Nuke og Nuke. Nei, Nuke er dott út ekki. Nuke er inni. Nuke er inni, ok, þá er það þessi 7 möpp. Vertigo er þá áld og sér náttúrulega Overpass búið að vera áld í einhvern ákveðin tíma núna líka. Guðislof. Hæ? Ég er ekki mikil Overpass maður, sko. Hvað meina? Það eru eitthvað að lestar það líka. Jú, það eru teinar allir uppi. Ég veit að ég er að... Hvað er svona uppáhaldsmappin ykkar í CS? Í dag?
Bara Ég ever, sko. er náttúrulega að spila rosa mikið Face It Premium. Nei, ekki í dag, bara eins og við búið að taka út líka og alltaf, sko. Já, ég spila Face It Premium rosa mikið og það er Mirage og við vorum akkurat að heyra það núna bara beint í eyrun okkar að mappið er Mirage eins og þú kallaðir. Þannig að það kemur svo sem ekki óvart. Mirage er tiltölulega puggy mapp. Já. Þú veist, ef þú ert að horfa á Face It, Solo Queuein og Duoin, þetta er 90% Mirage og eiginlega, þetta er örugglega bara 90% Mirage og sem 5-10% Dust 2 eða eitthvað. Það er eiginlega 1-2 möppur sem við spiluðum í Premium en ef þú ert komin í 5-stackin þá náttúrulega augljóslega ertu með aðeins meiri svona meiri völd. Já, meiri völd, meiri hugmyndir hvað þú vilt spila líka, þú veist hvernig möpp þú vilt spila en það væntanlega hnífað upp á hvor helmingin þeir eru að fara að byrja á hvort þeir eru að fara að Hvað er ég fara að pikka? Já, ég gerir ráð fyrir því að þeir hnífa upp á þá sem sagt hvor megin þeir vilja vera þetta er almennt nokkuð ég myndi vilja segja tersætið mapp sko Mirage? Samt ekki. Maður sér svona í háu leveli rosa tersætið þú ert komin hérna svona aðeins minni deildir á kannski CT-sætið fer líka bara eftir liðum svolítið mikið en ég held statistically er þetta edgear þetta á terrorist líka, eiginlega bara því að þú veist, það er rosalega erfitt að halda bíunu til dæmis. Middin líka flæðir alveg gegn, sko. Þú ert með 3 innganga frá middinni, þú getur komið, þú veist, upp á midd, þú ert að halda frá shortinu, tenginu og glugganum og þetta er yfirleitt allt smókað, svolítið aggro-play sem fara þarna í gegn. Þannig að ég persónulega myndi samt alltaf að velja CT ef ég væri að spila með Mirage en það er bara alveg þegar þægilegri helmingur til að byrja á, stress, þeir þurfa að koma til þín, þú getur bara svolítið haldið og sé hvernig tilfinningin er og ef það gengur illa, þá bara vonandi nærða að steppa upp. Eða þá bara, þú ert búin að setja myndana fyrir leikinn með eiga sterkar fyrir helming. Getur líka bara notað það bara fyrir hálfleikin til að lesa, sko. Algjörlega. Ef þú ert byrjað sem City, sko. Já, algjörlega. Ég er bara nokkuð spennt fyrir þessu. Ég mun alltaf spá því að það verður valið CT, sá sem vinnur nývana. Já. Óháð því hvort það ég myndi halda það vilja eiginlega flestir eiginlega alltaf byrja að setja mjög svona sjálfgefn nema þú ert komin í möpp eins og Anubis eða eitthvað þannig flæði þar sem þú byrjar að sjá fólk kannski velja terr frekar en það er líka bara því það er það mikið terrmapp þannig að svona kannski alveg skiljanlegra Ég þarf bara að senda reiðispóst á Val sko Ég fá koppul inn í þetta aftur Ég er sammálaður Það er besta mapp sem hefur verið sko Mitt uppáhaldsmapp sem ég ætlaði að fara að segja er náttúrulega Cobblestone. Það kemur ykkur á óvart að ég var þekktur í deildinni sem besti Cobble-spilarinn. Ég vann mitt mót í Cobble, fyrsta titilin minn í CSGO. Það var akkurat Cobble í púlunni sko, þannig að það er elska þetta mapp. Þeir tóku það út og það fyrsta sem liðið mitt gerði var að reka mig. Cobble er farið, við höfum engin mót fyrir þig. Farðu heim og ég bara með töskuna eða pókan og svona prík og póka. Labbaði þarna út, en það er bara eins og það er. Hvernig spáðið þið? Hver spáðið þín alltaf að takið Fantasy-Strike? Með það litlu upplýsingar sem við höfum. Já, það sem við höfum. Ég meina, þetta er svo útreyndanlegt að ég ætla að segja FSN takið þetta. Hvað finnst þér, Aron? Sko, með því að bara FA virðist vera með gott rafíþrótt og deild sko hjá sér sko. Já. Þá, ég veit það ekki. Það sé bara 50-50 leikur sko. Bara coin toss. Já. Akkurat, ég er að hallast að FSN líka aðalega bara því að nummer 1 er pikkuð þetta það var svona, en samt sem áður þetta var ekkert val Nei, þú ert ekkert frá að velja Fortnite á móti Nei, þetta var ekkert val, þannig að þeir verða eiginlega bara Ég held að flest liðin sé fyrir að gera þetta líka bara móti FA og þú ert ekkert frá að velja Nei, en þeir eru með það sterkt Fortnite lið og Rocket League lið að ég held að þeir séu með ömulegt Counter-Strike lið Það er tilfinningi mín en allavega í það minnsta þá er hérna hnífarnir byrjaðir og við ætlum bara að færa okkur yfir hérna í kvelli á næsta borð en þið bara fylgist með hnífunum og við tökum stöðuna eftir smástund Við erum komin hérna fyrir helming á hnífunum, lítur út fyrir á nokkuð sannfærandi hnífar hérna hjá FSN eins og er. Það er eitthvað einvígi hérna í apartments. Ómulegt að eitthvað reyna eitthvað hugaleikfimi hérna og vonandi náðu þeim. Hann með 2 taka. Já, akkurat, spurning hvort annað er eitthvað svona. En er komin í baki, kemur upp eftir að hann getur hlaupið í burtu alltaf. Nei. Skiptir svo sem ekki endilega höfumáli í þessu mappi, svo sem hvor meginn þú endar, en núna sjáum við hvort að FSN velur hérna City eða Terr. Þeir velja Terr? Á, það málið? Nei. Ég held að það sé öfugt, eða hvað, hefur verið að ruggla okkur hérna aðeins.
Jú, þeir völdu der. Þetta ámjöldilegt að var í terrheimlingunum, ekki? Í húsinu. Það var svo sem var að beita. Okay. Já, þetta hefur verið valið City. FH núna í City-sinnsmeran. FH hefur tekið hnífana. Þetta hefur verið öfugt hérna hjá okkur áðan. B-take. Bara hratt B-rush sínist mér. Einhver smókur að koma hérna út. Rao tekur á móti. Nær ekki að tengja þarna. Lomo með 2 í entryinu. Og það kemur hérna rítekið. Já, rítekið lítur nokkuð vel út hérna. Það eru 3 hérna í kitchen. Mjög svona rólegt rítek verði ég að segja. Þeir eru hægt og rólega að fikra sig hvað aðeins áfram hérna. Grökkulí með 1 hérna, nær hann fleiri, 2. Já, hann er komið einvíi en Grökkulí nær að loka þessu 1-0 fyrir FSN. Byrja nokkuð vel. Það áhugaverð ákvörðun að taka rítekið allir á sama stað. Já, þau voru allir á sama stað og líka þetta var svona... Þau voru held ég bara býð eftir pikkum að það. Skákvort eitthvað myndi kíkja sem þeir gerðu ekki og þá ertu náttúrulega búin að eyða frekar miklu pína. Það er út í fyrstu rándinu sko, að býða eftir... Akkurat. Uspinn var náttúrulega klálega betri í því range, þessu long range sko, en... Já, þegar það er búið að planta þá ert þú á tíma sko. Algjörlega, þú verður eiginlega bara að lappa upp sko. En það er hérna 5 Mach 10 komnar og ætlar að vera eitthvað svipa, mögulega bara fake æð og hlaupa B. Fikra sig hérna hægt og rólega búið að henda hérna einum góðum molotov á B-inu en hann situr upp þetta fake, smókar komið hérna að rótfættið færi sig yfir, þeir falla alveg fyrir þessu, meiri segja B-angurinn búin að færa sig yfir og B-ið alveg opið. Rásand byrjar að gruna sig eitthvað. Þeir nýttu ekki tímasetninguna nægilega vel þarna á feikinu verður að segjast en þeir komið hérna og hlaupandi út með Mach 10-urnar. Einn backside, nær ekki að tengja þarna. Þá kemur aftur þetta 3 manna retake í gegnum kitchen. Vá, ofsvöldi í óskinu. En verður að segja erfitt retake á móti hérna 5 mökkum allar í andlituna þeir. 2-0. Mólfjallu fyrir feikinu. Já, verður að segja að feikið var gott og hugmyndin frábær. En tímasetningin var eiginlega off bara margar sekundur. Beðið hann ólengi. Já, rótætti var að byrja, þú veist, voru allir komnir yfir aðeins. Nei, þeir voru komnir eiginlega aftur tilbaka inn á bíða áður en þeir voru komnir. Það getur ekki verið þessu allir fara. Segjum það nú ekki, en allavega nokkuð góð byrjun hérna fyrir FSN. Þetta ætlar að vera held ég bara sama rándið. Aftur 4 komnir í B-hús og 1 komnir í kaup hins vegar. Eða hvað? Þetta ætlar að vera neðra í tengi með mökkunum. Hrifin að þessu. Nær dinginu. Bara 1 ding, smá hausverk og lappar í burtu. Jæja, hann grenar hérna vinsinn. Þetta hefur verið óvart en násamt 2 í kjölfarið. Náðu 3. Núna er þetta á Lará og Björnin. Allt í einu orðið 2-2, Lomo Lári hérna með ekki mikið í líf, 9. Vita hann núna, úr staðina, næri ekki að tengja. Nær hann núna. Það var þetta á Lará, fullt HP, 1 á bakvið kassa þarna. Erfitt mögulega að koma sér hérna upp, lendir í ykkur crossfire. Jæja, akkurat nær einum en Gatto lokar þessu. Hún líka ekki með kit, síðan mér. Nei, staðan 3-0. Hún líka FSN búið að stilla út í tónir. Þeir eru búin að taka 1 FH búið ná einu bærándi. Já. Tapa við eiginlega svolítið samfæðslega. FSN líka var með nokkra góða hugmynd hvað þeir eru að gera. Já, þeir eru með ákveðið, þeir eru með plan. Já, þeir eru með, það er ykkur að kalla hjá þeim og eru að, þú veist, þetta var líka gott plan. Farið neðra, farið tengi með mökkurnar, það er eiginlega eina advantage í þessu þröngu færum. Þannig að bara frábært call og ná að loka því. Sýnist núna mögulega að smókara fara þetta henn út fyrir FSN. Þeir eru með lineups.
Búin að henda FH aftur bara í semi-spar. Já, akkurat. Þetta er bara hérna einhverjar MP9 hérna, ein MP7. Og við erum bara komin hérna með 4 AK og 1 M4. Það getur nú reynda gert nokkra glóri með þessari. Já. En line-upin góð, smókarnir góðir, keiraðir hérna upp. Þetta lítur illa út fyrir hann þarna á kassanum, en allir fastir fyrir aftan smókana. Aftur kannski svolítið lengi að koma sér inn á sætið. Smókarnir farnir og þeir eru ekki enda bara að ná einu svæði, en það virðist ekki alltaf að breyta miklu. Jensína hérna ein eftir með 14 í líf. Nær hún að gera eitthvað út af þessari stöðu. Hendir einnig góðri greinu þarna. Nei, Gato 24 hour. Það eru klukkutímanir sem hann spilar á dag. Já, líka með við nikkið á Jensín og þetta aðalega Fortnite-spilari, sko. Já. Akkurat, við vorum að sjá mikið af leikmönnum vera að spila í hinum leikjunum líka. Það er eitthvað verið að teygja þarna á milli. Sumir í Fortnite í CS og Rocket League í Fortnite og eitthvað svoleiðis. Jensína er dúo-mistari í jöskuldinni. Já, akkurat. Það er nú, mér finnst það að make a sense að taka eitthvað sem er góður í skotleik og setja hann í annan skotleik. Já. Mér sýnist þannig að FSN, þetta er bara main leikurinn þeirra. Já, núna erum við bara að sjá eitthvað default. 2 að halda rampinum, 2 í bíhús, 1 fyrir neðra og 1 top mid. Hann sér hann annað, fær smá info af appi. Ég horfir í hann á top mid, við vita að hann mætti alveg einum þarna allavega. Áhverð hann með vappan í teimki. Já. Hann rotatið eitthvað að byrja að færast yfir á B. Ég veit ekki alveg hvað er haldið að sé B. Sjá engar á myndinni. Eða hvað hann hoppar hann upp á. Nær hann í neðra. Og Gato nær treytinu. 2 komnir hann upp æð. Og núna 3-2 FSN hérna með yfirtölu. Ekki lengi hins vegar. Massu komin í síðan. Nei, og núna er þetta á Lomo Kaso. Hann þarf að koma hérna frá aftan í junglið. Sýnist það hann ætla að koma aftan að þeim hérna. En kannski aðeins svo lengi veit af einum hann að hægra meginn. Hefur held ég ekki hugmynd hvar björnin er. Það er með línu. Nei, tímasettingin ekki nægilega góð. Nei, óheppilegt. Klýrar ekki tengina þarna þar sem bomban er og fellur í bakið. Og FH komin á blað. FH komin á blað. Á sínu fyrsta rándi hérna staðan 1-4. Og núna kemur tactical timeout frá FSN. Já. Þeir tapa 1 rándi og eru bara, herðu, Það er fundur. þetta er ekki nóg gott, drengir. Við þurfum að ræða þetta. Það er fundur. Mér sýnst einn að dottið út. Já, það er máli. Það passa meira heldur en að þurfa að taka einhvern sérstakann fund eftir 1 rándtap, en mér fannst það kannski helviti gróft, en annars vegar þá bara bíðum við eftir að hann kemur hérna aftur kominn, mér þess að. Rætt restart bara. En þetta er svolítið mikilvægt núna fyrir FH að vinna þetta ránd, bara upp á peningin. Algjörlega fara ég hart að spara ránd aftur ef þeir tapa þessu rándi. Núna er spurning hvort þeir hafa eitthvað nýtt þennan tíma til að koma með eitthvað hugmyndir og hvað þeir vilja gera. Eða er þetta bara að fara að vera eitthvað default aftur? En FH er líka ósvangir í að róta þetta beint. Já, leiður heyri eitthvað. Það þarf bara að vera 1 flass áður en að FH byrjar að færa sig til, en ég held að FSN er ekki alveg að ná að tengja að þeir séu að því, sko. Þeir fyrir FH þau svolítið að treysta á liðsveil að halda sætinu sínu. Já, akkurat. Smóka hérna út, það er eitthvað bunker í gangi hérna í B-húsinu, bara eru öll að horfa á sjónvarpið. Partí? Já. Ljósi glugga?
Það sjónvarp og sófið hana. Nei. Þetta var óheppilegt. Held samt að þeir eru með einhverja hugmyndir hvað í gangi hérna. Það eru 3 á B-nu, 1 á mid. Meira þess að A-maðurinn byrjar að bakka líka. Já, og hirti eitthvað. Já. Ekki nú samfæriður, hann bakkar hérna aftur tilbaka í ástæðinu. Nei, núna koma smókarnir út. Ég ekki frá því að þetta sé betri smókar en þú sér í úrvalsdeildinni. Það alveg fyrir glugga, fyrir CT. Þetta niður FA bara búnar að lesa þetta. Já, heldur sér mjög vel. Ekki niður. Þetta út fyrir Gatto. Sko mikilvægt fyrir FA. Já. Núna mögulega búin að láta FSN svitna pínu fyrir þessu leik. Spurning hvað FSN okkur að gera hérna. Ætlaðu að kaupa eða var þetta light? Nei. Hætta við. 4 díklur, 1 tæk 9. Já, bara verður stiklun að reyna. Þetta er bara svona hægt og rólega. Hann er við línuna, ætlaði að fara í hana. Mér finnst að ég sé að ræða sína milli hvernig þeir ætla að gefa samt vappalínuna fyrir eitthvað annað. Búið að smóka snæpirinn núna. Grunar að þið byrja að fíkra sig aðeins áfram. Ég var að segja að ég er mjög bara impressed með FSN. Hvað þeir eru með góða smóka. Já, þeir eru líka meira á bólinu og FA mögulega aðeins of óþúlum. Já. En alltaf tveir búin að falla hérna. Allt í einu búin að snúa svolítið á hausinn hérna leikurinn. Þetta byrjaði mjög sannfærandi hjá FSN og núna FA allt í einu bara hann á að loka þessum rándum hérna. Án þess að missa neitt aftur eins og staðin er núna. Nei, alltaf kemur það. En allavega, þetta var eitthvað light buy hjá FSN. Hann er að svo sem við því að búast að þetta myndi fara svona. Þú vilt þannig allavega ná 200 light buy, sko. Já. Ég er alltaf dýrt. Sérstaklega þú ert að kaupa deglur og eitthvað inn í þetta, sko. Þá myndir þau alveg vilja sjá pínum meira. En það eru hérna aftur 4 núna á A-inu. Mögulega A-smókarnir að koma út. Þetta er pals close. Sýnist þetta ætla að vera sko lörkarni í under, late lurk með A-smókum. Þannig koma smókarnir. Held að þessi lurkar í neðra mun vera líkil maður síðan upp hvort þetta gengur eða ekki. Hann þarf að tímasetja þetta vel. En hérna kemur execute út. Góð móli. Lurkinn er búin að pústa hérna út. Partners hérna. En klýrar ekki Tetris. Og Lomo nær honum og núna kemur lurkið. Þú þurft að gera aðeins meira. Já, hefði getið gert betur úr þessu en nær allavega einum. Það er farið hérna í rotate núna yfir á B-ið með bombuna. Það er allavega einn með að láta þetta yfir, sko. Já, þeir eru núna nefnilega að reyna að láta hann vera eftir á rampinum, selja þetta fake og þannig þeir geta fengið bara frítt planta B-inu á meðan. Og það virðist bara ætla að ganga eða hvað. Grunar að þessi byrjar að fá grunar að þessi að fá hugmynd núna yfir hvað er í gangi. Jú, heyra plantið, byrjar að róta þetta. Mætur honum í glugganum, tekur hann. Vita að það er bara einnan eftir ykkur staðar. Það er að taka hann áður en að róta þetta kemur helst. 2 og 2.
Það reynum, núna er þetta 1 og 1. Það er að líta erfitt út fyrir Astas. Nei, vel gert hjá Omelettu. Staðan 3-5 fyrir FSN núna. Og eftir nokkuð erfið ránd, 3, þá eru þeir komnir aftur hérna. Ná einu rándi. Töluðum samt það, þetta er svona smá sætið mark. Já. Þannig að vera 5-3 undir núna er ekkert stórslýs. Þetta lítur bara nokkuð vel út hérna held ég. Líka, hún er bara forvitnilegt að sjá hvort FH komi jafn vel undirbúinu fyrir telehermningin í þessum leik. Eða mögulega hvort bara FSN hafi verið heppnir með veto að fá margt þar sem eru kunna bara læna fyrir ná allt. Þeir eru með smóka á bíinu, þeir eru með smóka á mid, þeir eru með alla smókuna A. Það er bara virkilega góðir smókar. Já. Greina smókina hann og sér yfir hann nær á einum. Nún kemur hérna execute. Lítið að frétta eins og hann kíkir og sér hann. Hann hefur líklega séð bara í eitthvað pixel þarna. Kominn á línuna aftur en gefur hana. Björn er bara komin á miðjuna. Já, og bara að líta nokkuð vonlaus út fyrir Omelettu. Ein Omeletta á móti 4. Vassarikunin sjálfast þegar hann ekki ekki gluggan. En hérna FH fljótar að svara þessu taprándi áðan, komin í 4-5 eða 5-4. Ég er búin að sjá það, mér sýnst FH að vera frekar seinhefni með utilityið. Já, mollin hérna upp í... Getur skipt sköpum þegar ég fara svo yfir í tersko. Ætlaði þetta sé búið að vera sami einstaklingurinn að gera þetta alltaf? Nei, það var hérna, var þetta ekki Lara á lestinni, nei á bílum áðan og... Hver er þetta núna? Jensína sinni. Við þurfum að skrifa þetta niður hjá okkur. Við verðum aðeins að fylgjast með þessu óhappi. Já. Núna hægt og rólega að kaupa sér í eitthvað lightbæjana, diglur, 1 AK, 1 hetju AK. Allir leikmenn á gera nokkurn veginn það sem er eiga að vera að gera. Það eru allir að fragga eitthvað. Já. Ætla samt að vera frekar hægt ránd hérna. Koma 2 í A-húsi. Sér hann ekki á rampinum. Þarna koma þær, kíkja út, Vattur komið lína nær einum. Engin smókar með þessu, þetta ætla bara að vera dry peak. Og þeir fá aldeilis að finna fyrir því. Situr hann í mólunum, heitir bætur og fellur. Og oi hérna eftir. Bara hann að halda hann heiti þetta þegar skotin sem hann er að hitta hennar með diglunni, það er allt oi. Það verður líka bara að vera einu skot sem hittir. Já, ég grunnar að þetta sé eitthvað svona inside joke þarna. Er hann að fara að ná öðrum? Nei. Jæja. Staðan 5-5, jafnar leikur en Rocket League leikurinn eins og er allavega. Þannig að fá pínu snúa þessu við. Já. Og núna sjáum við hvort að FSN hefur ykkur hugmyndir fyrir þetta ránd. Hvort er að finna ykkur veikleika í vörninni hjá FH. Astas kom með línuna hérna. Lappar inn í hana en hann tekur hana. Flott refrag, fljótur að fara í línuna hann Gató. En þann fljótur að taka bara vappan og fer í gluggapíkið.
Nýr hún hérna, rétt sér í höfuð á honum. Já, núna erum við að sjá hérna, Björnin kom í bak, veitar af honum í glugganum. Já, sér hann núna. Þú ert að grínast. Þetta var Rói. Já. Þetta var ekki fallið Ói var óiður. Þetta var ekki fallið á báðumöndum. Nei. Núna Gatto, einn eftir hérna, hann með vappan, en það er að gera eitthvað með honum, hann kemur í ljós. Það er ekki smókum hann í gluggan. Hann bakkar, hendir vappanum, tekur AK-inn. Ætlar hann að reyna í þetta? Sýnist það, hann lappar upp, en Björnin er bara með gott áfangalina. Klírar það ekki. Nei. Jæja. Núna FH, fyrsta skiptið í leiknum, komnum við yfir. Ég held að verði svolítið þannig, þeir eru múin að halda efnahæginum hjá FSN út í niðri. Já. Svolítið vel niðri, þeir eru í brasi með að ná að kaupa. Já, þetta er ekki mikið að utility í boði hjá FSN núna. Það er örfá sprengjur hér og þar. Ein Mac 10. Einn kemst hann á undan, en fellur bara. Sýnist FSN að það bara keyri í þetta. Það var lítil önnur svör. En FH refsa bara við það. Já, minnst ekki einn í þessu rándi staðan 7-5, FH yfir. Ég bara snýri þessu við. Já, en núna er bara spurning, dugðu þessi 5 ránd til fyrir FSN? Ég ætla að skjóta á ekki, sko. Ég er nefnilega tilfinningin svolítið henni. Ég held að það fari rosalega eftir hver tekur þessi fyrsta ránd núna. Já. Það mun líta illa út fyrir FSN ef þeir ná ekki að loka þessu rándi hérna. Það var ég komin í alvöru brekku. Já. Pína hála brekku, sko. Bara keyra bíða. Allir fyrir hverjur. Ég mjög axlaberðir einstaklingar þarna. Með P2000. Það verður að skjóta tærarna, en Omuletta nær 5 þarna. Það var ná þriðja. Nei, ég hef getið. Þetta allt í hennu snérist þetta ránd. Og eftir Björnin við lítil í fyrirplantið. Tekur skadana, næri ekki að tengja á Björnin. Nei, það er ekkert annað. FH ná þessu rándi, staðan orðin 8-5. Það var svolítið áhugavert ránd. FH heldur illa til að byrja með. Náðu ekki að loka á keysluna. Einhvern veginn snýðast það við, ég náðu ekki alveg hvað gerist þannig til að... Já, það meina FSN í vörninni? Já, akkurat. FSN í vörninni voru alveg, þeir náðu 3 þarna út glugganum og síðan allt í einu missaði bara... Alla, já. Ég skil ekki alveg hvernig þetta gerðist, en svona er þetta. Gangur lífsins. Við höldum áfram. Hindjana mitt. Það er ekki að tengja. Keira sjöfti hérna bara hratt. Gröggli, eitt með P2000 þar hann taka mótið sinni, en það gengur ekki. Núna er þetta allt Omulettu. Alvöru hraði hérna hjá FH. Það var líka forspæði sýndist mér hjá FSN. Já, ég held að við alltaf alvöru liðspund. Þegar sumir eru í spar, sumir eru... Akkurat, það voru einhver Uspur, P2000 og síðan Scout og MP9. Og ég tengir þarna... Jæja. 9-5, peningurinn
ekki góður hjá FSN núna. Við erum að sjá fram á annars spara örugglega, eða hvað? Þeir ætla bara að kaupa í þetta. Nei, það er einhverja hugmyndir að hætta við. Svo eins og hérna, eins og Gato, hann kaupið sér díglu þó hann mest á peninginu þegar hann glögguli á pening fyrir 3. Akkurat. Það vantar eitthvað samskipti þannig á milli. Ég held að sé byrja að koma eitthvað svona smá panik í gangi hérna hjá FSN. Þeir voru mjög... maður fann alveg fyrir góðri liðsheild þarna í byrjun og leiður lendi í einhverju smá mótvind þá einhvern veginn líður maður eins og það já, maður líður eins og það bara hrunið við það bara við spilaborg eða keyra hérna út á bíð FH nær að tengja á 2 þarna lítið sem að FSN getur gert hérna lítið skot Já, og núna loksins fyrsta alvöru bærándið hjá FSN en ég bara farin að halda að það geti verið of seint sko. Þetta verður allt of hálfbrekka sko. Já, þeir verða bara að vinna þetta ránd. Ef það er alltaf eitthvað erindi. Já, nú er bara dugað að dreipast. Já, held ég. Hvort liðið eitthvað búið að vera að taka taktikal? Já. Enga pásur hérna nema ein technical sem kom á hann en væntanlega ekki nýtt til að ræða eitthvað hluti þannig sérstaklega en FH er ekkert að breyta neitt til þeir bara fóru bíð, fara bara bíðið aftur og fara einu sem er bíðið í viðbót og ekki laða eitthvað sem virkar það virðist svolítið ætla að vera þeirra svar hérna við þessu leik Jensina nær einu gegn gluggan en, oi, einn eftir hérna en hann fellur líka 2 komnir í kitchen nær ekki að tengja þessu núna er þetta alltaf á Lomo Jæja. Áhugavert, það eru 2 að spila crossfire þarna einn hjá bekknum, einn undir og við undir glugganum og einn backside og 1 flass og það er bara fellur Já, og líka bara hleypur einn fram hjá báðum í crossfireinu, kemst backside og þetta var einhvern veginn svona Þeir voru blindir með crossfireinu Já, og hann klýrar ekki þessi left eða right, hann bara hleypur áfram, þeir skildir eftir og núna er spurning hvort að þetta sé bara sama smókur fake BRS aftur Já, hvað? Það er undir Mér finnst þetta alltaf að vera tiltölulega meira primitive terrhelmingur hjá FA Ég er svo ánægður með FSN núna að breyta þess til halda bara close núna Við erum ekki búin að gera það síðustu 6 rándin Nei, en svo fyrir línuna en er ekki að tengja Nei, og nú er ómögulegt að hérna ein innásæt alltaf Þeir í lappirnar Nei Jæja, og einn er þarna einu mikinn smokinn og þetta er á Gröggeli en hann fellur líka staðan orðin 12-5 fyrir FA og match point Já Sjáum líka bara 3 leikmenn alveg 16-5, 28, 17-7 Þeir eru búin að vera bara mjög öflugir hérna í þessu leik. Við raunum bara 1 leikmaður hjá FSN sem er að ná yfir 2 tölur. 11 á Gato. Og í vera svona þeirra... Mér sé alltaf hver er svona bestur í leiknum, af því hver er síðastur í lífi, hver er... Þetta getur verið mjög erfitt að spila, þú ert að hlaupa í ríktekið allan tíman. Þú nærði ekkert að gera mikið úr því að leikmaðurinn náttúrulega getur ekki gert neitt að þetta er bara béröss allan tíman. Já. Gröggeli búin að vera hægur á takkanum. Nokkur sem það sem ég sé hann með targetið en ítir ekki á takkan.
Gato tekur á móti hérna, hann í B-húsinu, reynar að hlaupa niður á bíl, nærði ekki, feilmóli hérna hjá Jensinu. Þetta bara fail utility með 3 hjá hann. Já, þetta alltaf að gerast, en núna þetta Oi, hann ætlar að reyna að bjarga liðinu sinni, en getur hann það með 100 í líf, með kit, með smoke. Þeir ekki fengja erfið staða fyrir hann og 13-5 í Mirage. Þá þetta orðið officially 2-0 sigur fyrir FA. Búnir að loka í rauninni að tryggja sér áfram í þessum áttalega úrslitum en við klárum samt næsta leik sem verður þá Fortnite á eftir þessu. Var eitthvað sem stóð út úr þessum leik? Sko, þetta fer nú ekki sögubækja sem besti síðast leikur sem ég sé, sko. Nei, það voru mikið að fail utili. Mjög ánægður með að FSN mættu allavega undirbúnir. Þeir voru með smókana og ég get alveg viðurkennt það er ekkert margir sem kunna lið sem kunna smókana alls þar og allt mappi. Þannig þeir hafa alveg gert einhverja heimavinnu og bara borgaði sig. Nei. Ekki í þetta skipti. Það er stundum þannig. Já. Þú voru kannski bara of undirbúnir. Það er líka hægt, sko. Þú voru að mæta í, ef við tölum rankinn, þá var þetta kannski svona, ég var að segja, Golden War 4 leikur, sko. Já, averageið. Já. Einhverjir sem edge over og aðrir tölvertinni þar. Já, akkurat, og þá getur þú mætt í þannig leik of undirbúin. Já. Vegna þess að það gerist einhvern veginn bara allt í þeim leikum, skilur við. Það getur líka verið taugarnar. Fyrsti leikur líklega sem að flest af þeim eru örugglega að spila í útsendingu og byrja vel, kemur smá brekka þarna og þá bara hrýnur allt. Við tókum eftir að fyrstu 4 rándin voru FSN í vil. Já. Síðan eftir það þetta bara FA, eitt ránd. Svo það bara 2 undir röð og það bara svo bara hrunið. Já, það er nefnilega það sem ég er að segja. Það er bara eftir það, þá bara hrundi þetta niður á við og það er mögulega hvort þetta sé bara svona smá mórallin í liðinu eða eitthvað hefur farið úrskeiðis. En allavega það var þessu lokið hérna hjá okkur í dag í Counter-Strike, næsti leikur Fortnite. Við tökum 5 mínútna pásu og sjáum ykkur eftir smástund.
Velkomin aftur eftir nokkuð æsispennandi byrjun á Counter-Strike leik en sannfærandi sigur hjá FA og þá búin að tryggja sig áfram í áttalega úrslitum hérna hjá Freeze. Eitthvað sem fannst standa út úr þessu leik? Já, varandi tilvímda, FSN voru með gott gameplan eins og það að koma að svona dæmigerðu hlutunum eins og sjáum efnahægin. Já. Það klikkaði alveg hjá þeim, sko. Já, akkurat. Ef við erum að tala um kannski flóknari play-in voru góð, einföldu hlutinir og ekki nægilega góðir. Sko. Nei, akkurat. Sáum ykkur 2 misbæjarna, allavega mikið á svona utility misbæjir, akkurat. Smókandi voru samt góðir. Smókandi voru geggjaðir. Það var bara, fyrsta sem ég tók eftir var bara að ég spila frekar high level, þú veist, ég level 10 face-it og mikið þar, fattur við. Þú ert basically að grátbiðja fólk að kunna einn af þessum smókum, hvað þá að vera með lið sem eru bara með alla smókana á hreinu, sko, þannig að bara virkilega vel gert og eiga bara mikið propskilli fyrir að kunna þá alla, en mögulega eitthvað akkurat sem við rættum áðan, það hefur eitthvað farið úrskeiðis líklega bara eftir smá mótvind, bara, eða þá mögulega FA bara mjög fljótir að finna lausnina. Það er annarkvort. Þeir bara heldur sínu líka. Akkurat, við sáum allt í einu bara svona, það fór frá því að vera frekar sannfærandi 4-0 hjá FSN og síðan bara voru þeir varla að missa leikmann í þeim rándum sem þeir voru að vinna FA. Og eftir það líka bara FSN einu rándi. Akkurat. Þetta var bara, já, eins og ég segi, bara nokkuð verðskuldaður sigur í báðum leikjum núna en stefnir í mjög erfiðan leik miðað við ykkar spá allavega hérna. Já, þetta verður spíp, held ég. Já, Fortnite-lið FA virkilega sterkt lið með það sem ég að heyra. Þetta eru bara einhverju topp leikmenn hérna á landinu. Elko, deildarleikmenn sem eru bara búin að sýna og sanna hvað þeir geta á móti fólki sem þekkist minna, mögulega. Já, þeir allavega ekki deildinni, sko. Akkurat, þannig að við getum alveg ekki nefnt að sé einhver svona Lane Ninja Underground sem kemur hérna og bjarga þeim. Þá erum við bara FA lið, þetta eru allt spilarar sem eru bara í topp 5 sætunum, sko. Akkurat, FA akkurat klálega voru efsta sít inn í þetta mót, þannig kannski skiljanlegt að við byrja svona sterkt á móti þá leggsta sítinu, þannig að niðurstöðu kvöldsins kannski ekkert að koma mér mikið á óvart miða við það, þetta er náttúrulega bara sít út frá mótinu sem er búið að vera í gangi inn í þetta, þannig að svo sem bara miða við það, bara FSN búið að vera flottir. Ef þeir eru að spila móti æðsta síti, áttu hana fínt second í Rocket League. Veistu, eitthvað hugmyndum hvað voru margir sem tóku þátt undankeppnina? Ég bara hef ekki hugmynd hvað sem mörg lið það hafa verið í heildina. Ég held að það hafi verið 13 lið í heildina, þannig að efstu 8 komast áfram. Já. Og sko, í Rocket League FSN klálega í seinnileiknum sýndu karakter. Já. Og í Counter-Strike, svo talum við smókarnir og þú veist, play-in sjálf voru ekkert slæm, þú veist, meina, jú, þú veist, Gennesur, Mollar, þú veist, kannski smá off og miðið, svolítið hægir, en þú veist, það er svolítið mikilvægt líka bara að taka ekkert frá FA heldur, þú veist, kannski bara spiluð þeir fyrst, FSM byrjaði þetta rosalega vel, en svo kannski bara kemst FA bara hægt og rólega inn í leikinn. Já, mér fannst þetta alveg, til að segja satt, ég sé alveg góða framtíð í þessum leikmönnum, öllum, sem að voru þarna inn á servernum, þeir greinilega með metna til að vera betri, að æfa sig, að læra ströttin, margir frábærir eimerar hjá FA voru að spila vel af hverju öðrum í vörninni FA líka sérstaklega, þannig að ekki hægt að taka neitt frá þeim, þau voru bara geggjaðir, FSN líka bara flottir en mögulega kannski bara aðeins hægari í aim og treytunum, sko. Já, það vantaði líka bara ykkur samskiptanum milli sá ég, sko. Algjörlega. Bara eins og í bæjunum og... En klárlega mættu þarna með rétta attitútið vel undirbúin en það bara döði ekki til í þetta skipti. En núna erum við að fara þá í Fortnite, við rættum áðan hvernig skipulega því mun vera. Það eru fyrstur upp í 12 ránd til að vinna. Lítið map, 2-2, við erum í smá... 3-3, sikil mér. Það ekki? Nei, 2-2 en bottin hérna, já, það sem gerist þá er þetta 2-2 eins og ég skil þetta. Það er eitthvað vandamál með spectator akkurat í þessu móti, þannig það þarf alltaf að skjóta okkur til að við getum hort síðan á leikin og það mun gerast í hverju einasta rándi, þannig vitið 8 gráði hvað er þá að gerast í byrjun, þá er það við að verða að kameru og þetta er eina leiðin til að gera það, þannig förum við allavega að því. Ó, herðu,
breytingar. Það eru 3 á móti 3 Já, það ekki. í Fortnite-inu. 3 á móti 3, ok. Akkurat, ok, 3 á móti 3 í Fortnite-inu og þá er þetta lítið map, 3 byrja í vörn, 3 koma hana siglandi í loftinu inn á svæðið. Þeir sem eru í vörninu ná að byggja eitthvað pínu áður en að hasar fyrir gang og síðan er þetta bara skjóta og byggja. Nokkurn veginn. Og er þetta þá ekki bara fyrstir 3 til að falla, tapa rondinu og það er bara þannig koll á kolli þannig til þetta klárast. Ég held að þetta gangi alveg hratt fyrir sig, sko. Já, er það ekki? Jú. Ég er svona allavega spenntur fyrir þessu. Ég hef ekki séð mappi hvernig það spilast nákvæmlega. Ég hef svona hugmynd hvort það sé eitt af þessum möppum sem ég sé áður. Kannski ekki, en það kemur bara ljós. Við erum spenntur að sjá þetta. Er það ekki bara? Jú. Já. Það verður áhugavert. Þetta verður það. Þetta er líka svo ég náttúrulega vanur í erklutinni. Það er eitthvað svona hægt, byggist upp, slægir hér og þar. Já. Ég er spenntur að sjá hvernig þetta lítur út, sérstaklega hjá þeim sem eru í FH. Já. Þeir eru alltaf vanið því formandi líka núna. Já. Að vera hægir, þolinmóðir, vera með eitthvað leikskipulag. Það er ekki hægt í þessu. Þetta er þetta næfætt eiginlega. Þetta er Þú bara ert bara að gera allan og tímann. það bara, já, það er hasar. Þetta er líka flús Fortnite ekkert endilega þekktur fyrir að spila tournaments í þessu formati. Sérstaklega, þetta er yfirleitt 100 manns á server eða eitthvað og þeir eru 4 liði og eru hægt og rólega að vinna hennar hring saman. Þetta er náttúrulega bara allt annað. Það er bara búið að búa til eitthvað svona 3v3 lítinn skotleik minigame sem að er verið að spila hérna. G-Fortnite er það, en við erum þetta creative mode og getur bara búið til hvað sem er úr þessu leik, sko. Akkurat, og það er kannski bara skemmtilegt líka að fá aðeins að brjóta til. Fólk hérna heima kannski vöna að sjá alltaf sömu lutina, alltaf sömu leikina, sömu formatin. Það var kannski alveg skemmtilegt að hafa þetta eitthvað aðeins öðru í síðana. En þetta var væntanlega leikur sem var kosin af þessum menntskælingum. Þannig að við bara... Smá krydd í tilveruna. Já, við erum bara hér, við leifum, draugum að rætast. Já. Það er bara eins og þeir vilja að hafa þetta. En þangað til á allir veru bara að bíða, þangað til að fá grænt ljós upp á, það kemur væntanlega bara upp hérna á miðan. Annars var ég heyra náttúrulega nýtt season í Fortnite var að byrja. Jú. Einhverjar stóra breytingar þar? Já, sko, við lendum í núna í tríónu að það fengum nýtt season í miðjut móti, sko. Það skemmtast upp á það, bæði á hérna rotationin. Já. Og fólk er að læra upp á drýtt rauninni. Já. Því að metan verður eiginlega allt önnur með hverju seasoni, sko. Já, þú veist, er þetta ennþá eitthvað sama þema? Núna senast ég vissi hvað þema var eftir í gangi núna. Ég eiginlega dottinn úti, þetta var eitthvað guðirarna, seifur og eitthvað svona. Nei, það er eiginlega farið út allt saman. Já, hvað er núna einni? Þetta er eitthvað Heist City dæmi. Já, það voru eitthvað samýræðir. Crime City. Já, já. Og getur gert heist hér og þar og það fyrir betra lút. Og samýræðirnir eru farnir? Já, það er bara... Það var það senast að byrja. Og kíka þeim. Já, það voru ekki fleiri samýræðir, núna er Heist City, þetta er eitthvað glæpatengt. Með því samræðdóttir þá voru svona grímur og kasta þeim og teleportaði eftir því, sko. Akkurat. Það er búið að taka það út. Já. Allt með rotation er bara búið að taka út, sko. Já, ok, er búið að taka allt sem sagt svona speed, hraða, tengda, það leikur núna aðeins hægari þá meint alveg kjölfarið. Akkurat. Og ég sá fólk er í brasi með það, sko. Já, það kemur svo sem ekkert óvart. Það er erfitt að þú getur ekki bara hoppa beint upp á þakki hjá næsta gæja og ég er náttúrulega að spila einungis zero build í Fortnite, þannig að fyrir mig breytir þetta alveg miklu, þú veist, maður getur verið mjög snöggur að fara á milli staða og þannig með þessum moment, en er það bara allt tekið út, bara ekkert eftir? Nei, ég segi það nú ekki það. Eru sprengjurnar eftir? Sprengjurnar? Æ, hérna, spækbombin hana þessu. Já, en það er ekki competitive, sko. Já, ok, það er bara átt. Já, það er einu competitive dæmið er einu allt annað leikur en það sem við spilum, sko. Nú, ok. Það er ekki, það eru bílar í venjulega, það er ekki þessu. Það er ekki shockwaves, eins og talar um. Já. Það er eitthvað svona grenu bissa í venjulega, það er ekki competitive. Já, ok. Þannig að það eru eitthvað ákveðin vopn sem eru tekin út og eru já. Ok, ég skildi. Og það sem eins og við spilum eklutinni er bara það, þetta er tekið allt úr seasoninu, allt þetta svona er OP dæmi er ekkert í því. Nei. Þannig að mér langar samt sem að sjá shockwaves í competitive, sko, ég múið að kalla eftir því bara í 2-3 ár, sko. Shockwave, hvernig virkar það gegn byggingur? Springa byggingarna bara við shockwavein eða? Já, það springir eitt layer. Já, ok. Og kasta þér upp, sko. Ok, það er... Þetta er aðalega að nota eins og koma þrættabili staða, vera komin, kannski þú vilt náttúrulega á zónið er hérna. Já. Það vilt þú vera kannski komin hingað undan öllum og taka móti. Já. Og fólk er búið kannski að læra að plana það með shockwave grenades, sko. Já. Svo það er ekki competitive, maður sé það svolítið að það þarf að læra að byggja tönnilega kannski inn og fara þessa leið og
þarf að hugsa allt öðru sér leik heldur en í competitive heldur en í Já, mikið hugarleikfimi sem fer í hennar leik, sérstaklega með þessum byggingar og opna glugga, smíða glugga til að ná einu skot út, loka aftur, eitthvað svona. Já, og svo það líka bara þannig að það ekkert pláss fyrir mistök í þessu. Nei. Af því að bara nóg fyrir því að það eru kannski 3000 veggir. Ef þú gleymir því að þú átt ekki þennan vegg, það bara munur að þú deyr, sko. Já, þú þarft að vera með helviti gott minni þá upp á hvað þú átt og hvað næsti með þér á akkurat, hvar hættan liggur þá í þessum samskiptum, sko. Algjörlega, þetta kannski oflókið fyrir eitthvað með mína greinduvistölu, en ég leyfi atvinnumönnunum að gera þetta og fylgist með þeim allavega eftir. Þangað til, þá bara eitthvað skemmtilegt sem við viljum tala eitthvað umræðir hérna sem að Ég bara búið ekki æðla svolítið að bánsa hérna, hvað fikk ég honum með það? Ég reyndar bara að pæla hvaðan þessi bánsar komu samt. Þetta partur af bara svona decor sem við höfum, partur af furniture. Ég alveg vera með okkur. Eitt notaður fyrir bakið, alvöru, þetta svona pro gamer move, þetta svona vanta bakstuðningin. Þessi búið var í vinnu, sko, ég bara líka með það, sko. Ég tók alltaf eins og eftir þessu, sko, ég sá bara Old King, ég er búin að vera að þefa þessar lykt, bíða eftir að þið fara, það var henni klára hann að pakka alveg, sko. Þú tegur bara kassa með heim, eða ekki? Já, jú, það var, ég held að mér var lofað því ég kom hérna. Þess nerti hérna. Það eina ástæðan ég kom. Ég borgaði í Old King bars. Já. Alveg geggjað dæmið, sko. En við hljótum örugglega, ég held að ég sé bara að vera að vinna út úr því hvað í gangi þarna. Já. En ég heyri í þeim vera bara að spjalla því, sko. Það er liðsfundur hann inni. Já, heyrðu það, maður heyrir bara svona skvaldra þetta hérna meginn, það er bara eitthvað, við erum að fara Hvernig haldið þetta fari? Hvað, þú veist? Ég held að þetta verði bara svíp. Hann talaði 12-0 nokkuð sannfærandi 12-0 sigur. Ég bara, eins og ég segi, ég bara nöfnum í Fortnite, þá ég bara ekki tengdur, sko. Hver eru, þú veist, the big names og hver ekki. Þessir 3 í FH eru það. Já. Og ég hef ekki séð hinn. Já. Ég held að ef ég væri a gambling man þá myndi ég alltaf henda allir minna aðlegu á FH myndi taka þetta eina 3-0, sko. Ég tel FSN gera gott mót ef þið ná einu róndi, sko. Já. Ég ætla að segja að FSN náu svona 5 róndum. Ok. Wow. Hann búin að vera nokkuð accurate í þessum spáð sínum. Já. En hérna erum við komnir loksins inn í leik og færum okkur að vera yfir á borðið okkar. Inn í þetta byrjar að byggja sýnist mér og þeir eru komin bara með eitthvað nokkuð fínan turn hérna strax í byrjun. Og múið það vantarlega í FSN. Já, eða ekki. Sjá það, Jensen er strax búin að taka 2 og tóka hinn. Já, þetta líka bara svona einhvern veginn keppni upp hver byggir ofar en hinn. Þú verður að, það líkilaldri að vera efstur, sko. Já, akkurat, að reyna að vera með high groundið. Já. En það 1-0 FH. Já. Nokkuð samfærandi 1-0. Já. En hljóðu eitthvað aðeins að stríða okkur hérna alltaf hjá mér, en byrja aftur hérna í einhverju byggingahasar. Ég veit að þetta er Tonka þessi og Aron, þetta eru liðisfélagar í deildinni, sko. Já, ok. 2-0. Já. Þetta var svolítið gangurinn, held ég. Þetta var hratt að gerast. Já. Og hver er þá besti leikmaðurinn í FH? Í FH? Já. Sko Jensen er meistari. Já. Í duos. Ég hef séð mjög góða hluti frá Fjölnisstrákunum líka. Þeir eru saman í aðaldafélagi líka. Já. Í Fjölni. Fjölni Tonka og hvernig Fjölni Aron. Ég held að þeir hafa tríóð var náttúrulega enda bara núna í síðasta mánudag og þeir enduð í 4. sæti minni mig. Já, ok. Ekkert svo slæmt. En þarna var þetta 3-0. Sýnist einhvern veginn FSN verður bara í nauðavörn hérna. Bara króaði af með einhverju byggingum og síðan tekinn að lífi. Fjölnir Aron fellur hana. Já. Er það nósamt til að sigla fyrsta rándinu? Náðu líka Jensínu
lága í líf, sko. Já, með eitthvað fínan fisk hérna í inventory líka. Þeir fiskar sem róa. Já. Það er eitthvað shieldfish, eða? Já. Þeir ná Jensinu líka, þegar það ná aldrei. Herru, þetta er að gerast. Steingrímur veit bara allt. Það er að koma í ljós hérna. Nei. Ég tek allt tilbaka sem ég sagði. Næstu því feilar á. Já, rann hann einhvern veginn aftur og bak niður. Bara svona að byggja svo hratt, bara eiginlega bara erðast að fylgjast með nákvæmlega og nær skotinu líka. Já. Þetta var ekki auðvöld skot til að ná. Jensinu nær út Magna B. Já. 5-0. Vel gert, 5-0. Þetta er að ganga hraðar enn í bjóstuði. Já. En svo sem ekkert grín þegar þú ert að lenda móti bara bestu Fortnite-spilurum landsins hérna. Er þetta í controller eða er þetta PC? Ég myndi að segja þetta sé svona 80-20% PC, sko. Já. Þannig þetta er ekki eins og Call of Duty þar sem þú ert eiginlega bara með meira yfirhönd með að vera á kontrollunum. Nei, alls ekki. Út af byggingar. Já, ég held að það flækir kannski hlutur aðeins. Það er svo ekki hryllingsmynd, ykkur í óvæði, ykkur undir, þú er bara einhvern veginn að reyna að fá ekki kvíðakast. En Jensina nær út Magna. Aron með Omo 6-0. Alveg að Hasan að tanka. Erum einhvern veginn mestmennir bara með kameran á honum eða ekki? Þeir eru öll í sama skinni. Já, ok. Kameran er bara fyrst að tanka og það er bara allt í lagi. 7-0. Þetta er nú bara eins og við varum að búast, sko. Ég var bara að halda að það voru allir bara í sama skinninu. Það þekkist alveg í þessu, sko. Já. Svona skotið að vera í sami búningu. Já, sína liðsfeld. Ég er bara, það er það sem ég vil heyra. En Jensina tekur út þarna 1, 2 og 3. Já. 8-0. Þetta er ekkert flókið. Jensina með 12 eliminations. Þeir geta tekinn út. Já. Aron fljótur að svara. Það er 5 Aron. 2 á deginum núna. Og sýnist hann hafa hugmynd að hann er fyrir ofan hann. Þeir ná Jensinu aftur inn líka. Það er fyrir þeir inn. Já, akkurat. Þeir líka hann við. Það er einhver byggingar bara þegar hann er í gangi. Og hvað, er þetta bara með endalaust materiál, við sýnum það? Tekur höggarn á sig kallinn. 75 blátt. Og prófa hann af. Já, akkurat. 9-0. 3 ránd eftir hérna fyrir FH til að loka þessum leik. Fær hann í baki Tonka. Það er bara sötur á með hann. Fjölnir Aron líka ná. Tonka tekinn. Jensina er að svara. Nær hann mögulega upp hérna eða hvað? Tekur ekki um þessu held ég. Nei, einn allt og nálægt sýnist mér. Hann heldur bara áfram að skriða hann upp tröppunar. Já. Víti eftir mér Jensina. Ánæði með samt Tonka, það lifur okkur svona að horfa á þetta samt sem... Ég var ekkert að hugsa, hann er að gefa okkur svona gott point of view. Algjör hetja Tonka. Það er nær Magna. Nú horfði líka á þetta allt fyrir okkur, sjáu þið. Jensina er best. Það er ekki þær.
Já, Jensen, það strákar eða stelpa? Þetta strákur. Já, ég bara, gaf mér að þetta væri stelpa bara með nafnið þér. En viðurkenni þó að ég hef aldrei heyrt stelpu sem heitir það, þannig að ég svona, hvað máttu með þetta? Hann heitir Jens Ingi. Já, tengi. 11-0. 11-0, 1 rándi viðbót. Sérstaklega þeir eru búin að einu killi. Horfðu okkur að hafa talið þetta vitlaust. Já. Heldur það? Nei. 11-0. Það að mjög sko. Þeir eru bara að byrja að hlaupa í burtu og smíða þeir eru lítinn já. kofa, þeir eru... Þetta er 12-0. ekki flott með það, kemur dansarna í mótið. Já. Þetta er búið. Já, já. Það var ekki mikið að sjá í rauninni úr þessu. Nei. Bara einfalt 12-0 Og sigur. ég hugsa samt að ef þið förum í, þeir eru að fara í hóttan, þeir eru að fara að svípa alla leikinn held ég. Já, þetta var, já, ef þú ert að tala um í Fortnite. Já. Akkurat, ég veit ekki, þú ert komin í 12-0 sigur svona easily, þá veit ég ekki hvað ég get sagt, sko. Nei, þessi þrír eru topp 10 spilarar á landinu, sko. Já. Þannig að þetta er brekka að mæta ég fann, sko. Já, algjörlega, ekkert hægt að segja út. Já, þau kannski færa okkur yfir í sófan, klára að tala um þetta og ræða málin. Já, við byrjum bara á þér, Steingrímur. Hvað fannst þér? Ég bara ennþá melta þetta. Þetta var bara svona og svona og svona og ég bara... Lappi í garðinum. Ég ennþá að melta leik nummer 6, sko. Þú veist, ég bara... Já, þetta var hratt að gerast. Þetta var, já, akkurat. Þeir voru bara svona, lókum þessu bara, gerum þetta bara 12-0. Þetta er bara sáttir að sofa í kvöld. Nema kannski FSN, mögulega eftir þennan leik. Þetta var Þeir alveg... eru bara fegnir að geta að fara að slemma að sofa, sko. Já, algjörlega. En 3-0 fyrir FH og sem fyrsta sýt líta einstaklega sterkir út í þessu. Lítið hægt að segja þennan Fortnite leik. Þetta var... Eins og segja, allir þrír eru topp 10 spilarar á landinu, sko. Já. Það er svolítið erfitt að... Já, það er bara akkurat. Þeir hefðu þurft að loka allavega þessum Counter-Strike-leik ef þeir ætlaði eiga og það var svona kannski mesti sjensinn mögulega þar. En allavega, þá erum við búin að loka þessum kafla. FH, FSN 3-0, FH komin áfram, spila næsta leik sinn 2. apríl, næsti leikur, næsta miðvikudag. Tækniskólinn og þetta FSU. Þannig að það verður bara sömu leikir í mögulega annarri röð á öllum líkindum. Það leiðin fá að velja leikina eftir hvernig þeir vilja spila það. En í kvöld þá held ég að við séum bara nokkuð búnir, ekki nema að þið hafi eitthvað sérstætt sem þið vilji ræða. Ég held að við sem bara sáttir. Það ekki? Jú. Þökkum sponsorum okkur fyrir Elko, Old King í boði í kvöld og sjáumst þá 12. mars næsta miðvikudag. Takk hérlega fyrir okkur.